Keflvíkingar léku til úrslita í bikarkeppninni árið 2004 og mættu þar KA. Suðurnesjamenn höfðu tapað 5 bikarúrslitaleikjum í röð og Akureyringar 3 í röð síðan IBA varð meistari 35 árum fyrr. Keflvíkingar tóku snemma leiks völdin í leiknum. Þeim gekk betur að halda boltanum innan liðsins og skapa sér færi. Á 11. mínútu komst Scott Ramsey inn í teiginn. Ronny Hartvig varnarmaður KA braut á honum og Kristinn Jakobsson dómari leiksins dæmdi vítaspyrnu. Hana tók Þórarinn Kristjánsson og hann skoraði af öryggi fram hjá Sandor markverði. Kom Keflvíkingum í 1-0. Og áfram héldu sóknir Keflavíkurliðsins. Á 27. mínútu náðu þeir glæsilegri sókn. Hólmar Örn Rúnarsson hér með sendinguna fyrir og þar Þórarinn mættur réttur maður á réttum stað. Kemur Keflvíkingum í 2-0. Það var frábær sókn. Góður undirbúningur hjá Guðmundi Steinarsinni og Zoran Daniel Ljubicic, ekki síður hjá Hólmari og Þórarni. Þeir voru kátir stuðningsmennirnir í stúkunni. Skömmu síðar var Þórarinn ekki langt frá því að skora 3. mark sitt í fyrri hálfleiknum, en skotið rétt sleikir stöngina. Já, svo sannarlega hættulegur í leiknum Þórarinn. En hættulegasta færi KA-manna átti Pálmi Rafn Pálmason úr þessari aukaspyrnu á loka mínútu fyrri hálfleiksins. Staðan í hálfleik var 2-0 Keflvíkingum í vil. En í síðari hálfleik þá hélt sókn Keflavíkur áfram. Scott Ramsey kominn í upplagt marktækifæri 1 á móti Sandor, en hann var sallarólegur og sá við honum. KA-menn komu örlítið meira inn í leikinn í síðari hálfleik og náðu að skapa sér nokkur færi. Hér Ronny Hartvig með skalla, en rétt yfir markið. Stuttu síðar kemst Þórarinn Kristjánsson eitt gegn Sandor. En sjáu þetta, hann sallarólegur í markinu og ver frá Þórarni. En pressa KA-manna jókst undir lokin. Sandor brá sér í sóknina. Enda reyndu KA-menn allt hvað þeir gátu til þess að minnka muninn og að freista þess að jafna leikinn. Við það opnaðist varn KA-manna nokkuð. Og hér bjargar Örlygur Þór Helgason því að Þórarinn eigi auðvelda leið í tómt markið. En varamaðurinn Hörður Sveinsson, hann innsiglaði 3-0 sigur Keflvíkinga í uppbótartíma í síðari hálfleik, skorar glæsilegt mark og gull tryggir 3. bikarmeistaratitil Keflavíkur. Og það var svo Zoran Daniel Ljubicic sem tók við bikarnum úr hendi Halldórs Ásgrímssonar forsætisráðherra.